Föstudagsþátturinn heldur áfram á menningarlegum nótum og nú ætlum við að tala heklaða kærasta, 5 metra tröll og alls konar listviðburði. Hingað til mín komin Jonna, velkomin. Takk fyrir. Kærastinir eru prjónaðir. Já, þeir eru prjónaðir, ekki heklaðir. Fyrirgefðu, ég hef náttúrulega ekki að fara með svona fleipur svona glæsilega menn. Hvernig kom þetta til að þú fórst að prjóna kærasta? Sko, ég flakka svolítið mikið í strætó á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Og þetta er svo handtækt að prjóna eitthvað sem lítið og fer lítið fyrir. Já. Þannig þá byrja ég að prjóna kærastana og búin að prjóna nokkra, en svo þetta bara svo skemmtilegt að ég held áfram að prjóna kærastana og svo byrti ég myndaðum á Facebook og allir eru mjög hrifnir og þannig að ég hef búin að ákveða að ég ætla að vera með svona kærasta leigu. Já. Þetta er svona hálfgjörð kaupleiga. Þegar þú ert búin að leigja kærasta í kannski 5 mánuði, þá er hann þinn. Þá er hann þinn, já. Og svo er þetta mjög praktískt að eiga svona kærasta. Já, já. Því að sumar konur eru óöruggar og finnst alltaf að þeir eru að eiga kærasta. Nú hef ég verið kærastalaus í mörg ár. Já. Og mér finnst til dæmis mjög gott að eiga svona kærasta. Já, Ég fer mjög mikið tónleika og leikhús og svona. Og ég þarf ekki að borga inn fyrir hann. Nei. Og hann er bara hljóður og þú sérð hvað þeir eru. Bara, þeir eru mjúkir og þeir eru hljóðláttir, þeir eru misfríðir. Já, en kærastar eru þannig bara svona almennt hvort sem er. Já, þeir gera enga kröfu til þín. Nei. Og þetta er náttúrulega bara svona platónískt samband, en samt, ég meina, maður vill fá hlýju og svona, ef maður er mjög einmana og þráir eitthvað svona líkamlegt, þá er til dæmis ekkert mál að skella hann minni í örbylgjuofninn í 1 mínútu. Já, þá kemur hann svona... og kúra þessu svona upp. Einmitt. Þannig að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur að þessi kærasta leiga stangist eitthvað á við landslög eða... Nei, þetta er náttúrulega bara svona hálfgjörð kaupleiga, þannig að þú ert búin að leigja kærastan kannski í 5 mánuði, þá er hann þinn. Þú getur líka leigt hann bara í mánuð og ef þið líkar ekki við hann, þá getur þú skipt. Já, það er ekkert mál að skipta kærasta. Nei. Og ég er alltaf að passa upp á allan þrifnað og allt svoleiðis á þessum tímum sem eru. Já. Þetta er þvegið á milli og sóthrensað og svona. Já, það er léttir. Það er ekkert mál að sitja þá í þvottavélina ef þeir lenda fyrir einhverju. Nei, það er sem þeir hafa fram yfir aðra kærasta. Já. Já, en þú ert náttúrulega að gera fleira því að talandi endurvinnsluna. Hvernig er með þessi tröll? Segðu mér aðeins frá því líka. Já, sko, núna í október er barnamenningahátíð Akureyrar að byrja. Og út á COVID-inu þá frestaðist þetta. Barnamenningahátíð átti að vera í apríl, en á núna að vera í október og allan októbermánuð er barnamenningahátíð. Og ég tek þátt í henni. Ég var í samstarfsverkefni við 4 leikskóla og þetta var Naustatjörn, Pálmholt, Króaból og Iðavellir og við ákveðum að gera risastórt tröll og þau fóru í spuna með mér í sambandi við að hanna tröllið, svo dregið hvaða leikskóla átti að gera hvaða líkamspart. Einn gerir fætur, einn gerir hendur, einn gerir búk og einn gerir höfuð og ég sé að sauma þetta úr endurvinnslu efnum. Það eru slaki sokkar og svona sem eru settir í nota fyrir hár og börnin hafa verið að safna þessu. En svo er tröllið fyllt upp með endurvinnslu plasti sem börnin hafa verið að safna heima hjá sér og eins á leikskólanum og þetta gerir þau svona meðvituð ofneysluna á plasti og samhliða þessu þá er ég með 4 veggspjöld, 1 veggspjald fyrir hvern leikskóla þar sem að vinnuferlið er sýnt. Skemmtilegt. Og þetta verður sýnt núna 1. október á Glerártorgi og það verður svona smá opnun klukkan 1. Já, hvetjum fólk eindregið til þess að líta á þetta og skoða þessa list. Þetta er mjög merkilegt, eins og segir, vekur fólk til umhugsunar og krakkana kannski sérstaklega þessa gríðarlegu ofneyslu og plasti. Já, og í sambandi við barnamenningahátíð þá verða allar upplýsingar á netinu undir Akureyrarbæ og barnamenning Akureyri. Já, frábært. Og það er svo mikið að gera hjá því, þú ertu með sýningar víðar, ekki sant? Já, ég er að taka þátt í samsýningu á Listasafni Íslands sem heita Listfræðir. Þar eru 37 listamenn
að sýna textílverk. Já. Þar er ég að sýna sjúkdómana mína sem ég heklaði 2018. En nú get ég ekki lengur heklað út á höndunum á mér. Já. Ég get prjónað. Já. Þannig að það verður ekkert kannski heklaði meiri sjúkdómar nema að ég er að fara í aðgerð á höndum í október og kannski get ég bara fara að hekla á nýju ári. Já, aldrei við að vonum vita. það. Nei, En sjúkdómarnir eru sem sagt til sýnist á Listasafni Íslands og ég er svona eiginlega að vona að íslensk erfðagreining kaupi þessa sjúkdóma af með því að ég get bara hjálpaði með að greina þetta. Já, einmitt. Svo er ég með á samsýningu í Svíþjóð, þá er það Geirfélagið, okkur að búið að sýna í Svíþjóð og þar er ég með einn sjúkdóm en þá er hann prjónaður. Já. Og það er risastórt krabbaminn. Já. En eins og ég segi, þá er það þetta að ég er bjartsýn, ég fer mína leiðir, ég er blind á öðru og handlama núna, en ég get hreyft fingurnar, þannig að ég prjóna þá bara kærasta. Kærasta? Já. Og hvernig á fólk að bera sig að því eða ef ég langar að leigja kærasta? Verður það bara, ætlar að auglýsa það bara á netinu? Það er bara að hafa samband við mig á Facebook. Já. Og hérna, þannig að það er bara, og það er til alls konar kærastar, þessi er frekar ófríður, hann er ofsalega blíður og góður. Og þessi er svona hálfgerður spjátrungur. Já. Kærastar þurfa ekkert að allir að vera eins. Nei. Og þessi er svona algjört krút. Já, og þetta er sjómaðurinn, er það ekki? Já, þetta er sjómaðurinn, þetta er svona kærasti sem er ekkert alltaf til staðar. Nei. Og hann er alveg sáttur við að vera stettur hún í skúffu, bara til dæmis eins og ef hann væri út á sjó í 3 vikur. Dásamlegt. Þannig að þeir gera enga kröfur og þannig að þetta er bara rosalega gott að eiga svona kærasta. Já. Og svo náttúrulega þegar þú leiðir kærasta, þú finnur svo bara alvöru kærasta, þá getur þú bara að skera það. Já, það er frábært. Þakka kærlega fyrir komuna, Jóna. Ég hlakka til að fylgjast með tröllunum vera til og öllu þessu sem er framöndan hjá þér. Já, takk fyrir mig. Takk.